Ég ætla að byrja á að kynna mjög góðan gest. Ég er búin að vera spenntur að fá þig, Aldar Hrönn Jóhannsdóttir, og er yfirlögfræðingur hjá lögreglustjóranum á Suðurnesjunum, sem við komum þessu þokkalega frá mér. Já. Og svo ætla ég aðeins að rúlla bara í gegnum samstagsaðalana, og þeir eru Kaldi, Bauhaus, farið inn á vefverslunina hjá Bauhaus, það er ótrúlega mikið af tilboðum og jólin að koma, og svo eru jólagjafirnar í Reykjavík Photo og Storytel, og við eigum eftir að koma alltaf inn á Storytel og eftir, vegna þess að þú ert með töluvert af bókum sem ætlum að vera í gegnum. Og kíkjum aðeins á Storytel, story.tel bókakjallari. Hérna fáið þið sem sagt ókeypis 30 daga ef þið farið inn og á þessum hlekk. Svissum aðeins yfir á bækurnar sem við ætlum að ræða, og þetta eru Bought and Sold sem er alveg svakaleg frásögn. Og síðan ætlar að segja okkur frá 3 bókum hérna sem að tengjast jákvæðri sálfræði og Hulduslóð sem við ætlum að ræða eftir, Lísa Marklund. Já. En byrjum á byrjunni, af því að við erum alltaf að heyra um mansal, skipulag glæpastarfsemi, meira magn af fíkniefnum að streymin, heimilisofbeldi, vændi, það er bara svona allir miðlar fullir af þessu. Er heimurinn að fara til helvítis? Nei, alls ekki, sem betur fer. En það var kannski líka eins og bækurnar sem ég valdi. Jákvæða sálfræðina gott að vera meira og dvelja í því sem er jákvætt heldur en í því sem er neikvætt. Og sumt fáum við auðvitað ekki breytt, en öðru getum við breytt og reyna að fókusera meira á það sem við getum breytt. En nú erum við sjá, til dæmis bara fréttir í gær það að það væri að koma meira magn af fíkniefnum til Íslands heldur nokkuð tímann áður, og þetta eru öll sterku efni, þannig að eftirspurnin er greinilega mikil á Íslandi, og þá segir maður neyslan er aukast. Hvað þýðir þetta? Hvernig er ástandið að þróast? Ég held að það sé alveg þannig að neyslan sé kannski að aukast. Okkur eru auðvitað að fjölga og þeim sem hér dvelja og hér koma, og mögulega líka bara hjá almenningi. Við sjáum þetta í frárennsliskerfi, við mælingar á því, en þá er svo gott líka að vera meðvitaður að allir kannski séu meira að vera meðvitaður sjálfa sig, og við séum að huga þessu mannlega, sem að skiptir auðvitað máli kannski til þess að minnka að þessa neyslu, vegna þess að það eru auðvitað of kannski eitthvað flótti eða eitthvað svona sem fólk er að grípa í, eitthvað örvendingu eða eitthvað slíku. Þannig að það er þetta mannlega sem held ég við séum alltaf að fókusera það þegar við ætlum að reyna að vinna úr einhverjum svona, að minnka neyslu til dæmis. En nú ertu búin að vera í lögreglunni frá 1999 og þú ert búin að vera bæði hjá ríkislögreglustjóra og síðan á Suðurnesjunum, sem er nú svona eitt heitasta embættið oft, og þannig að þú sérð alveg trendin. Og við höfum til dæmis mansalsmál sem kom upp 2009 sem að þú þekki vel. Það féll dómur í því, og það er eini dómur í mansalsmáli. Það segir manni að þið eigið erfitt með að ná utan um þetta. Já, það er alveg klárlega þannig. Þau eru erfið í fyrsta lagi sönnun, en það er líka svona skilgreiningarvandi. Við þurfum auðvitað að taka tíma að fólk hafi þekkingu. Við erum ekki að fá, ekki frekar en önnur lönd, að fá þolendur mansals til að banka upp á lögreglustöð og tilkynna ég er þolandi mansals. Og vegna þess aðeins hversu flókið þetta er. Þetta er einmitt ekkert svo gamalt heldur, og það var fyrst nefnt á þingi 1999 orðið mansal. Þannig að það er ekki lengri saga á bakvið það en það. En verður þetta ekki marklaus orð, þessi hugtök, þegar að við náum ekki utan um þetta og við heyrum þessi stóru orð og við erum að endurtaka þau á Alþingi með okkur sjálfum, með fjölmiðlum, skipulögð brotasamtök eða skipulögð glæpasamtök, og þetta hljómar allt einhvern veginn svo stórt, og svo
vitum við ekkert hvað að gerast þarna undir niðri. Mhm. Sko stundum erum við fáum kannski upplýsingar ætlað mansal eða förum að rannsaka mansalsmál en við teljum okkur ekki að hafa öll þau sönnunargögn sem við þurfum eða ekki nægilegt eða líklegt í því, þá kannski ákærum við fyrir eitthvað annað, til dæmis smygla fólki og það er kannski eitthvað svona sem að fólk sér ekki, þannig að við erum málin ganga áfram en það sem gerir mansal sérstaklega alvarlegt er að þetta er auðvitað refsivert að hagnýta fólk í mansal en það er líka alveg grundvallar mannréttindabrot gagnvart þeim sem seldur mansali að hagnýta fólk og það er svona alþjóðlega skilgreiningar að við eigum að vera beina ekki síður mikilli athygli á þessi mannréttindabrot og það er líka að virða vilja þolenda ef þið vilja ekki aðstoða yfirvöld við að fara með refsimáli þá fram að þá eigum við að virða það en hjálpa brotaþolanum. En það er svo blörraða línur þarna enga síður. Já. Þetta er allt frá því að einhver manneskja er bara tekin með valdi frá heimalandi sínu og síðan með hótunum og kúunum flutt á annan stað og haldið fanginni yfir í það að það er verið að fá fólk með gylliboðum að lífið sé betra og það er svikið laun eða eitthvað slíkt og sumt er bara í þjónustörfum á meðan annað er í til dæmis vændi eða einhverjum svona mjög glæpsamlegum tilgangi þannig að er furða þó að maður skilji ekki og get ekki greint á milli alvarleikans og aðstæðna í þessu. Nei, alls ekki, en það er mansal í rauninni nefnt þrælahald nútímans eða þrælahald án hlekkja. Þannig að eins og áður fyrr og bara í sögu heimsins þá sjáum við þrælahald með hlekkjum. Þetta er þrælahald nútímans. Nútíminn hefur breyst mjög mikið, þessi netvæðing alls staðar. Þú ert bara 0-1 að komast í samband við umheiminn og það er af ástæða því að nú til dæmis er ég tiltölulega nýkomin heim frá svona hermiþjálfun í mansali í annað skipti sem ég tek þátt í því það sem að við gerðum handrit af svona æfingu í rauninni eins og kvikmyndahandrit sem að við síðan erum að láta þá aðeila sem eru að æfa sig í mansali í svona öruggu umhverfi og einmitt á þessum svona grundvallar forsendum og þannig að þetta er alveg flóki og þess vegna er einmitt verið að leggja alla vinnu í þetta að þjálfa fólk vel að við fáum ekkert 2 tækifæri þegar við erum að fást við raunveruleikann og þá er gott að geta gert það í svona lokuðu öruggu umhverfi. En ef þú myndir geta skipt þessu, hvað þú segja að því mér langar að skilja þetta betur og öll umræða er oft á svona grunni hugtaka og síðan er hent einhverjum tölum á þetta og síðan er bara hver og einn að fara með þessar upplýsingar eins og hann vill. Já. Hvað skilgreinurðu sem alvarlegt mansal, hvernig lítur það út hér á Íslandi? Hver eru alvarlegustu tilvikin? Alvarlegt mansal náttúrulega þegar við erum með mál það sem eru nokkuð skýr, bara eins og við tökum málið frá 2009 til dæmis sem sakfellt í að þá er það ung stúlka sem er flutt til landsins í aðdraganda þess og hún var seld í vændi í heimalandi sínu sem var Litháen og hún er komin hingað á leiðinni búið að breyta hárgreiðslu, lita hárið, hún er á fölsuðu vegabréfi, hún ferðast á öðru nafni, hún vissi í raun og veru ekki hvað hún var að koma að gera hér á Íslandi. Alltaf einhvern fangi bara á leiðinni. Já, og hún er í rauninni ekki, það er ekki, hún er ekki með upplýsingarnar hvað hún er ekki sjálfviljug eða í frjálsri för ein og sér. Hún var eins og það ekki í hlekkjum og þá komum við aftur að því og að við gjarnan og í svona refsivörslu kerfinu, var hurðin lokuð eða opin, var hún læst, gat hún komist út. En það er líka kannski það sem að þess vegna líka valdi ég þessa bók Bought and Sold af því að þetta er svona það sem maður er að reyna að segja þessi svona sálfræðilegu hlekkir sem að gerendur hafa á brotaþolum að þegar þau fá jafnvel tækifæri til að flýja þá flýja þau ekki og af hverju gerist það? Vegna þess að þau
þau eru að halda í rauninni alltaf að sé verið að fylgjast með þeim hefur kannski að þau hafa náð að flýja áður og þau hafa verið tekið í fönginni, þau þekki ekki umhverfi, þau halda kannski að það sé mikil spilling í kerfinu, mjög gjarnan ég þekki fólk innan kerfisins, ef það er verið að til dæmis hagnýta vinnuafl, þá segja kannski vinnuveitendur, ég veit hvernig en ég þekki allir í löggunni og eitthvað svona, og fólk veit ekki betur, af því þetta er fólk sem hefur ekki þekkingu. Þannig að trúið ég að það sé spilling á öllum stigum hérna, þannig að þú ert ekki að flýja nema bara út úr einu herbergi, þú ert bara komin inn í annað herbergi. Já. Og það er að flytja, hýsa og svo framvegis eða útvega fólk og svo er þessi aðferð að notfæra sér. Oftast er þetta ekki þannig að þú sért að hóta eða stundum hótar að missa réttindi á landinu ef þú þarft réttindi til að dvelja. Þetta getur líka verið bara að það sé verið að notfæra sér bága stöðu aðila, mikla fátækt, fólk að koma úr erfum aðstæðum úr af stríðsránsvæðum eins og er í dag eða eitthvað slíkt og svo er þessi hagnýtingaforsenda. Við til dæmis stundum fáum fólk að landamærin, það veit kannski ekkert hvað er að fara að gera. Við erum kannski með svona eins og við köllum svona lokaðan enda, við vitum ekki í hverju hagnýtingin átt að vera, átt að hagnýta fólkið í kynferðislegum tilgangi, að láta fram í afbrot eða láta vinna og ef við vitum þetta ekki þá getum við ekki fara áfram með máli sem mansalsmál. En segðu mér að því að margt sem hún segir hérna líkist líka öðrum svona annarkvæmt kúnatilburðum og allt bara yfir í heimilisofbeldi eða eitthvað slíkt og síðan yfir í svona starfsmannaleigur og það að við séum að fá þúsundir einstaklinga til Íslands á einhverjum forsendum að vinna hérna, geta sendt pening heim og annað. Þarna eru bara mjög óskýrar línur. Til dæmis eins og þetta vinnumansal og síðan starfsmannaleigu og síðan bara fjöldi fólk sem eru að vinna hérna í bingavinnu eða þjónustörfum. Hvar eru mörkin þar? Eru mörg tilvikum mansal þar sem við vitum bara ekki af? Alveg pottþétt, myndi ég halda. Þá komum við samt aftur að þessi sönnunarstaða, hvað var fólkinu sagt áður það kom. Nákvæmlega, oft er þetta ekki skriflegt, þannig að þetta er munnlegt, þannig að það getur verið orð gegn orði, símleiðis eða eitthvað slíkt. Eða ofta, og við getum ekki einu sinni sýnt fram á símtal, heldur þetta er að gerast í gegnum einhver samfélagsmiðla forrit, þar sem að fólk á samtöl, þannig að það er engin slóð til alltaf. En þetta er þetta jafnvægi sem við hérna sem samfélag og náttúrulega grundvelli og oft alþjóðlegra samninga setjum einhverja reglur sem við ætlum að búa við. Það sem við þurfum að passa að hafa talsvert, jafnt jafnvægi á milli er annars vegar eftirlit og hins vegar réttur eða möguleiki. Og við þetta þarf að fara saman þannig að við séum ekki einhvern veginn að ætla að setja eftirlit seinna og svo framvegis. Og þetta starfsmannaleigu fyrirkomulag eru þetta úr evrópsku regluverki að það sé þetta frjálsa flæði en síðan aftur getum við sett bara hvað þarf að sýna fram á og svo framvegis sem er þessi svona íslenska og svo náttúrulega líka bara allt eftirlit hvernig við höldum utan skráningarnar og við verðum svolítið að láta líka kerfin þar tala saman og kerfin hafi heimildi til að tala saman vegna þess að lögregla getur haft eitthvað grunum eitthvað sem að kannski Vinnumálastofnun hefur líka grunum og jafnvel Útlendingastofnun líka en svo er kannski ekki verið að miðla upplýsingunum þannig að okkur vantar púslin. En eftir svona samtal þá áttar maður sig á að vandinn er bæði mjög víðtækur og það eru margir sem eru kannski að upplifa þessi brotið á þeim en finna ekki möguleikana á að komast út við því slíkt. En maður fer ekki í þjónustufyrirtæki öðruvísi en að það er manneskja erlendum uppruna á staðnum. Og þetta er svo víða og á maður einhvern veginn að ég held að núna eftir samtalið þá er ég alltaf eftir að velta því fyrir mér er þessi manneskja hér af fúsum og frjálsu vilja eða af því hún er neyttiðis með einhverjum hætti. Er þetta bara svona að það er bara fólk víða sem er að vinna í samfélaginu sem er
í einhvers konar mansali? Já, ég held að það sé víða, en það sem við getum gert að veita þessu fólki athygli. Þú veist, þegar við förum á matsölustaði eða eitthvað, að vera vakandi í umhverfinu, ekki að hugsa okkur komið ekki við. Þú veist, ef það einhver í þjónustu og ef það eitthvað svona sérstakt sem að við berum kennsl á að láta þá vita. En hvað væri það þá? Það bara til dæmis ef að fólk á erfitt með að vera í augnsambandi við okkur, það vill ekki tala við okkur, fólk jafnvel ef það á þjónustustarfi en skilur ekkert hvað að fara fram og það alltaf að kalla einhvern annan til. Ætti ég að spurja? Væri það ekki dónaskapur? Ég myndi bara spurja, þú veist, á hvaða forsendum ertu hérna? Það ekki, ég ekki að vaða inn á eitthvað svona persónulegt rými einstaklingsins? Jú, en ég myndi fólk hefur auðvitað val hvort það svarið ekki, en ég, þú veist, ég ger það oft ef ég á einhverju veitingastað og spyr bara, ertu búin að vera lengi? Þú veist, bara byrja með einhverju svona að gefa mig á tal eins og fólk skipti máli, að það sé einhvern veginn svona ekki að hjóla beint í bara, eins og maður sé, hafi rosa grunn, heldur svona að gefa fólk eitthvað, þú veist, og það þetta svona innsæi ef við fáum það, veist, ég hef eitthvað, hún veit ekki alveg hvað hún, ég segi, já, býrðu eitthvað stað nálægt, eða, þú veist, bara svona, hvernig líka að búa í Íslandi og eitthvað svona, að spyrja þessara opnu spurninga eins og fólk sem það gerir, skipti máli. En þá erum við allavega að skapa einhvers konar tengsl og ekkert meira en það, bara að sýna einhverja gagnkvæma virðingu í samskiptum. Já. Í stað fyrir bara einhvern veginn koma fram, bara talar enginn íslensku hér eða eitthvað skilur eins og maður heyri líka og eitthvað svona að vera partur af samfélagi. Já, ok. Ég kannu vel þetta. Ég ætla að prófa að fara þessa leið en ekki að spyrja svona grimmilega Nei. En sko, heilt yfir af því að þú búin að vera svo lengi í lögreglunni og að því við svona innbyrjum hans á trendunum. Hvað hefur breyst á þessum langa tíma sem þú ert búin að vera 26 ár? Hvað hefur breyst í þessu umhverfi? Og ekki bara mansali, heldur bara fíkniefnum, glæpasamtökum ári. Samfélag okkar hefur breyst svo mikið. Að mörgu leyti mjög gott, en það fylgjaði líka áskorunir. Við erum í miklu meira fjölmenningarsamfélagi. Áður fyrir var það þannig að Íslendingar og það var svo mikið af fólki sem hafði búið hér, við vorum rosalega þannig líköll og lítil og það sannarlega mjög gott að fá svona fjölbreyttari flóru af fólki. En í því líka að við kannski vitum minna annað fólk, kerfið okkar byggt upp eins og við séum einhvern veginn öll svolítið af sama sauðahúsinu og svona þannig að þetta eru áskoranir. Internetið og tæknin öll hefur líka gert það að verkum að við erum öll einhvern veginn að vinna bara í rauntíma með heiminum öllum undir, ekki bara Ísland. Öllu þessu fylgja áskoranir. Þannig að upplýsingaflæði það á 100-földum hraða og þaðan meira og þetta, en hvernig höldum við í takt við það? En við erum samt að upplifa svona, hvað ég segja, alvarlegri glæpi í öllum sínum myndum og myndur tengja það bara beint við aukin innflutning fólks af bara öllu tagi frá ólíkum löndum? Nei, ég meina brotastarfsemi hefur verið í sögulegu samhengi frá löngu fyrir mína tíð, já, þú veist, og ég meina við erum að sjá bara þegar maður skoðar fullt af þáttum eða hlustar á þættinum Joe Grimson og eitthvað svona, þú veist, þá ég meina þetta búið að vera í einn annar mynd kannski ekki lengi, einhvers konar svona háttsemi sem í besta falli vafasöm, en það núna það þannig, veist, og kannski fyrir svona 10-15 árum þá vorum við svona, og kannski meira sér skemm, 5-15 árum þá vorum við kannski svona 10 árum á eftir til dæmis Norðurlandaþjóðunum. Öll trend sem voru að gerast þar komu svona 5-10 árum á eftir til Íslands, þannig að við höfðum tíma. Núna það ekki þannig. En klúðruðum við þessum tíma sem við höfðum?
Já, að hluta til held ég og til dæmis þegar mansalsmáli kemur upp 2009 þá við höfðum innleitt það í lög áður en við vorum bara ekkert meðvituð hvað þetta var og raun og veru og upplifunin var að vinna í því máli að það trúði því enginn að mansal var á Íslandi. Nei. Og það var svona mitt mat og okkar sem unnu í því máli. Það var líka erfitt innan kerfis, einhvern veginn að mörgu leyti, að því að við vildum ekki að því það ótrúlega sársauki, eða svona, já, það ákveðin sársauki sem fylgir því að átta sig á að þetta geti bara þrifist hér á Íslandi. Ég man líka eftir því sko að manni fannst þetta eins og þetta væri svona sérstakt tilvik en ekki eins og þetta væri hérna svona í einhverju stærra samhengi og skipulagt og kannski sko höfum við verið frekar barnalegi gegnum tíðina en það má kannski segja líka að sko partur af þessari svokölluðu upplýsinga óreiðu sé vegna ónógra upplýsinga frá stjórnvöldum eða lögreglu að því stigið kannski ofta fram og segið bara nákvæmlega þetta að fara að gerast. Tekur undir það? Já, alveg klálega. Við getum alltaf gert betur í því og það eitthvað sem held ég að við ættum alltaf að reyna að gera. En það svo líka aftur það að með þessu aukna flæði áður fyrir voru náttúrulega bara örfá flugfélög til dæmis að fljúga til Íslands. Nú þau orðin ótrúlega mörg. Og við erum orðin þessi stóra leið á milli Bandaríkjanna og svo Bretlands á milli og það nú einu sinni þannig að brota samtök þau spila inn á kerfið þessi veikuleiknir eru og ég myndi miklu fyrir ekki líka segja að þeir séu að að greina veikuleikina og þar að leiðandi sé það ástæðan hér heldur en að það fylgi því endilega fólk sem komið inga, skilur. Þannig að þetta hangir saman líka. En við hugsaum samt sko að sko allt þetta fólk að koma í gegnum samt eitt flugvöll nánast. Og þar tökum við á móti þeim og þar nánast bara einn inngangur getur við sagt og þar ættur að geta spurt þessar spurninga í hvaða tilgangi þetta koma einhverja ógnaðir eða hvað það og yfir í að skoða brotaferil eða hvað eina. Það þetta sem við skiljum ekki hvernig kemst þetta einhvern veginn allt í gegnum þessa gátt og síðan inn í samfélagið. Það náttúrulega byggist á því í fyrsta lagi við erum partur af EES þannig að það þetta frjálsa flæði. En við getum alveg kannað samt fólk og uppruna þess þó að hérna við séum inn í Schengen eða hverju sem Já, þetta eiginlega tvíþætt. Annars vegar að þú ert að koma á ytri landamæri svokallið, að þú ert að koma frá Bandaríkjunum eða Bretland, þegar þú ferð í landamærahlið, þá ert að koma frá þessum þriðju ríkju og þá ferð í gegnum ákveðið svona landamæra eftirlit. Ef þú eins og ert að koma með flugi innan Evrópu, þá ekkert landamæra eftirlit. En þá það sem við höfum möguleika að gera að skoða farþegalista og bera þá saman við þá kerfi og athuga hvort það sé svo kallið hitt og svo framvegis. Það hefur auðvitað verið þannig eins og við séum í fjölmiðlum að við höfum ekki fengið alla farþegalista og til dæmis það eitthvað sem að skipulagðbrotasamtök vita upp á hár og yfirleitt miklu betur við. En var ekki búið að hleypa því í gegn? Var ekki búið að fá sem setja einhver reglugerð eða lög það og að flugfélaginu eigi að skila þessu? Jú, það tiltölulega nýlega búið að setja lögin, bara mjög nýlega og svo þá eru samningagerð við Evrópusambandið og mér skilst að það sé í höfn, þannig að vonandi núna bara á hvað og hverju eða síðustu viku höfðu það átt að ganga í gegn. En við erum að sjá það núna, en allir þessi tími sem liðin frá því að þetta mál var hafið þetta allt saman og þá erum við að sjá í bara alls konar rannsóknum hjá okkur að við erum ekki að sjá komur aðeila til landsins sem við sjáum brottfarir. Þannig að þá erum við að koma með flugfélögum sem við ekki fáum farþegalista. Þannig að þetta svona, þetta sjáum við allt. Eitt í sambandi við umræðuna og við finnum að hún hérna svona átakabundin og maður sér fólk segja sko að annarkvort núna geti konur ekki gengið göturnar af ótta við að lendi í einhverjum
glæpamönnum og helst af erlendum uppruna og yfir í það, þetta hefur alltaf verið svona, konur hafa alltaf þurft að óttast að ganga göturnar, íslenski karlmenn hafa aldrei verið neitt betri. Og þú finnur alveg þessi svona, að þetta alltaf á einhverjum pólum. Hvað segir þú? Bara ef þú færið svona dæmi fyrir fram að þig. Heimurinn hættulegri? Nei, þú veist, þetta hefur alltaf verið svona og þess að mér mjög minnist þetta mitt þegar við hjónin vorum einhvern tímann í göngutúr einhvers staðar og ég hafði eitthvað orð á því og veist, þegar ég væri ein í útlöndum og eitthvað svona, þá reyndi ég að fara fjölfarna götur og eitthvað svona og maður minn sagði, veist, hugsaði munin á kynjunum, ég hef aldrei spáð í þessu. Nei. Þú veist, þannig að þetta eitthvað svona sem nánast í okkar DNA að við höfum verið meðvitaður þetta, að, þú veist, það ekkert nýtt. Og það alveg hvað þú segja, hættulegt eða konur alveg varar sig núna og þær voru áður? Já, ég held það að ég, eins og segi, ég á dætur og svo á ég son, þú veist að mín elsta, hún talar þetta en ég hef aldrei heyrt hann tala þetta. En þá meina ég bara á Íslandi. Ég meina það líka. Já, og þeim finnst bara eins og það hafi ekkert, ógnin hafi ekkert orðið meiri síðustu ár frekar en í kringum 2000 eða eitthvað slíkt. Nei, þú veist að þá komum við líka aftur í og veist svona þegar að fólk núna á fullorðis árum að deila sögum sínum, þar sem að eins og til dæmis kynferðisbrot mjög oft voru inn á heimili, þú veist, í garð barna sem voru af einhverjum nákvæmnum aðila og þú veist, þetta fer allt eftir í hvernig við lýsum þessu, segjum þetta, auðvitað þurfum að horfa í tölfræðin en við megum ekki setja fjöldan undir brotin, brotin eru líka bara mjög oft kannski bundin við einstaklinga, hvort sem þeir eru af erlendu bergi eða íslensku bergi. Þú veist, þannig að og við sjáum það líka eins og bara með MeToo-byltingu eða eitthvað slíkt að tölfræðin breytist að því að umræðan opnast. Akkurat. Mál kannski sem að hafa aldrei verið reiknuð inn í tölfræðina. Já, og það, þú veist, þetta veltur á þeim upplýsingum sem lögregla fær, þeim málum sem eru kærð, sum koma strax, sum koma eftir einhver ár og þetta skiptir máli en á sama skapi þá höfum við líka heyrt, og ég meina þetta sjáum við mjög vel til dæmis alltaf eins og heimilisofbeldi þegar við höfum verið að ræða það að þegar að mikið verið að ræða heimilisofbeldi í til dæmis fjölmiðlum og fjölmiðlur eru að gefa þessi góð skil að þá komin oft fleiri tilkynningar og það var allavega okkar svona tilfinning að fólk fór að leita meira til okkar og hafa meira trú á kerfinu þannig að þau hafiði hugrekki til þess að stíga fram og reyna mögulega að komast út úr aðstæðum sem þau eru ekki við. Og þetta sjáum við líka mikið, þannig að það eru margar svona bakbreytur sem þyrfti þó líka krefja betur þegar við erum að skoða alla svona tölfræði. Ég ræddi við mjög öfluga konundaginn sem að ótrúlega svona sterk manneskja, sterkan karriér út á við og inn á við og einhvern veginn svona mikið sjálfstraust lendir í eða fer í samband með manni sem að svona smátt og smátt bara brýtur hann niður og hún hafði ekki hugmynd að hún var í ofbeldissambandi fyrir að hún hittir bara sálfræðing og fyrir að ræða að hún sé að fyllast kvíða og orðin einhvern veginn óruggari og hrædd við allt og sálfræðingurinn bara svona leiðir henni gegnum það að hún bara sæti miklu ofbeldi og þetta var að einhverju leyti líkamlegt líka en mikið andlegt og þá hugsa maður með sér sko við höldum alltaf að það séu veikari manneskjurnar sem að fara inn í þetta þetta eitthvað típist hvernig fólk í ofbeldissambandi upplifir ofbeldið? Já, margir sjá það ekki einmitt fyrir að þau fara að ræða við einhvern nákominn eða eitthvað slíkt, þú veist, en það gerist þetta oft ekki einhvern veginn þetta gerist ekki á fyrsta deiti eða svo, þú veist, að það verði eitthvað atur, þú veist, og það svona ákveðin blindni, þú veist, einhverjar eftirvæntingar líka. Svo ef að fólk fer inn í sambönd sem eru einhvern veginn svona með þessum rauðu flöggum og jafnvel sjá þau ekki einu sinni, þetta eiginlega of gott til að vera satt, jafnvel líka eða eitthvað þannig
að þá svona, já, þetta svona svolítið með froskin, ef þú setur hann ofan í heitt vatn þá stekkur hann upp úr en ef þú setur hann í kalt og kyndir undir þá soðnum við bara Já, sem fólk já, og bara í öllum aðstæðum, maður verður samdun aðstæðunum, en svo það líka að það bara, þetta getur komið fyrir alla, þú veist, og þetta fyrir ekki neitt einasta manngreiningar álit eða þjóðfélagsstöðu álit eða eitt eða neitt, en það auðvitað mismunandi hvernig fólk leita til lögreglu eða hvort það leita sér aðstofar með öðrum hætti, og þá þetta oft þannig, þú veist, en það fylgir þessu líka rosalega mikið skömm og þetta hefur maður séð gríðarlega oft bara hjá fullt af fólki, hvað sem að það innan þú veist, í vinnunni eða bara fólk sem að þekkir og þetta, þú veist, fólk fullt af fólki. segir oft, ég vil ekki vera fórnarlamb Já, og það kannski ástæðan fyrir það kemur ekki fram með þetta. já, Það kannski einn parturinn af þessu, Já. hvernig þú kemur og segir frá þessu og að þú sért ekki dæmt heldur af því af þeirri frásögn. Það ekki líka bara stór partur af þessu? Jú, alveg, að því að við erum líka svolítið gjörn á þetta, bara sem samfélag, sem lítið líka samfélag, að vera alltaf einhvern veginn að hafa skoðanir á náunganum, og veist að já, ég var nú búin að sjá þetta fyrir eða að þetta skulle hafa getað komið fyrir hana, þú veist, en það ekki, þetta ekki, þessar staðal ímyndir ekkert til, það lífið hendir okkur öll og bara á einn hátt eða annan og fólki í kringum okkur líka og það erfitt að vera aðstandandi, það stór lærdómi líka í svona aðstæðum eða í öðruvísi aðstæðum að því við erum jú öll fólk, þannig að þetta svona og einmitt þessi skömm og að við höfum hugrekki til þess að stíga fram og fáum þá líka þann stuðninga því að ég held líka, við tölum oft bara held ég sé samfélag svona einmitt fórnarlamb, það þykir ekki smart að vera fórnarlamb og eitthvað svona en fólk verður samt að fá rými til þess að segja skoðun sína og segja frá upplifun sinni og fá stuðning við því. Þannig að þetta svona þetta. En traust á lögreglunni skiptir öllu máli. Það skiptir öllu. Og það hefur nú bara allt og oft gerst að fólk fyllist vantraust á lögreglunni út af ákveðnum tilvikum og það kom upp mál sem að einhvern veginn gera það verkum að fólk hugsa með þessu, hvernig á ég að geta treyst fólki sem klúðrar þessu, haga sér svona, gerir svona og það hljóta að vera bara vonbrigði að þið eruð ofta að endurtaka aftur að ná þessu trausti og svo kemur eitthvað upp. Ef þú fer bara í gegnum það, sko, bara til dæmis það að menning innan lögreglunnar, það hefur oft talað að hún sé gróf oft, karllæg, kynferðisáreitni, ofbeldi og hvernig á þá kona úr ofbeldissambandi allt í hún að fara að leita til lögreglunnar þegar að menningin þar er svo. Þá komum við líka aftur að þessu bara mannlega. Þú veist, innan lögreglu starfar þetta bara fólk. Við erum í þjónustu við fólk. Við erum bara venjulega manneskjur. Það hendir alls konar alla. Mér langar að segja við fólk að biðja fólk að treysta lögreglu. Að því að við séum traustsins verð. Hafandi sagt það, þá líka, við þurfum auðvitað alltaf að gera betur og vera alltaf að rýna. Mér þó ég hefði innilega viljað sleppa við það, þá hef ég verið sakborningur í máli og það var alveg ofsalega stór lærdómur og ekki það að ég telji eða að ég hafi einhvern veginn ekki verið jafn meðvituð það, en það er ofsalega þungt. Hver dagur Þú varst kærð fyrir að fletta upp í sem sagt lögskýrslu við rannsóknarmáli. Já, veistu, ég var kærð fyrir að hafa farið offari við rannsókn á svoleiðismáli. En þú varst síðan hreinsuð af því, en hvernig bara þetta tímabil þegar að kæran og tímabilið áður en að þú hreinsuð ásökunum, upplifir þá að þú værir í þessari stöðu eins og margir eru gagnvart þegar þið leita til lögreglu? Já, þú veist, það fyrsta lagi bara, þú veist, tíminn í lífi manneskju að mjög stóru leyti sem er undir þessu ég fer í leyfi frá mínu störfum heima hann svona að mörgu leyti stendur í stað hver dagur greiðlega lengi að líða að þú
þú veist ekkert framtíðina, þú hefur framtíð þín ekki í þínum höndum og það ofsalega erfitt. Já. Þú ert að bíða eftir að fá einhverja niðurstöðu en veist kannski á sama tíma að þeir sem eru að rannsaka málið þeir eru bara í sumarfrí og enginn að vinna í málinu þínu eða fara í leyfi eða það koma jól eða það koma hitt og það koma þetta. Upplifir að þú væri líka bara útilokuð frá vinnustæðinum? Bara fullkomlega. Já. Og bara eins og ég væri bara með að mörgu leyti bara væri svona bara með einhverja sótt sko, þannig að maður væri svona hálf eitraður sko, og þú veist þannig að alveg klálega en þá þurfti maður líka alltaf að minna sig á að þetta bara lítill hluti, þú veist, þetta skilgreinir mig sem manneskju ekki og en þetta ofsalega mikill lærdómur og erfitt en aftur að þá þetta ofsalega lærdómsríkt og ég held að ég eins og við öll áföll ef maður næri að vinna með þau að þá stendur það með manni og maður sterkari eftir það. En þú sterk fyrir og þá sko hugsa maður með sér sko að þetta hefur svona mikil áhrif á þig og þú ert á vinnustað sem mjög sterkur og nýtur virðingar almennt og þú ert þarna útilöku tímabundið en alltaf með sterkan grunn og sterka fjölskyldu manneskjur sem að standa ekki svona vel af vígi. Hvað hjálpar þeim? Hvað getur ráðlagt þeim sem að lenda í einhvers konar útskúfun? Já, ég muni fyrir mér, hafandi þekkt kerfið, við erum lögfræðingar og mennt og vita hverju mitt og geta svolítið svona hjálpa sjálfur mér í því. Þá það gríðarlegur styrkleiki og guð minn góður hvað ég hef mikið hugsað til þess og ég dáist ég meina það oftast konur sem að hafa komið og stigið fram eftir mjög erfið mál og ég dáist þeim vegna þess að það fólk sem hefur ekki verið þar ekki séð áhrifin eða upplifa það getur ekki gert sér grein fyrir hvað áhrif þetta hefur og vera þá líka brotaþolar eiga málin í kerfinu og svo framvegis og þetta alveg ofsalega erfitt en það sem maður einmitt og það kannski það góða í þessu að það sem maður getur gert reynilega að gera betur, reyna að búa til kerfi sem virkar betur, beita sér fyrir því að reyna að láta kerfi virka betur og það svona það sem að ég hef kannski gert, bæði náttúrulega að reyna að aðstoða fólk sem og þá ekki tengdi vinnu, heldur veittir áðef eftir því að leita og svo framvegis og bara svona hvert á að leita og þannig að það sé svona leiðbeint í þá veru en líka við kerfin eru mannanna verk og ef að þau ekki að virka þá þurfum við að breyta þeim. En talandi kerfin og mannanna verk að nú heyrir maður mjög mikið talað á þingi svona í svona hvað að segja hástemmdum orðum að við þurfum að breyta einhverju og oft finnst mann þetta yfirborðslegt og kannski einhver vanþekking eða einhver svona ytri tilfinning, kannski einhvern veginn til að rýma bara betur við kjósendur sína eða hvað það og bara tengt því að þegar við heyrum orðin skipulögð glæpastarfsemi, mansal, vændi og annað í þeim dúr, þá tengjum við alltaf, hugrenningarna koma alltaf, þetta eru útlendingar, allt útlendingar. Er það meinið? Nei, það ekki meinið og mansal getur til dæmis alveg hent innan lands. Það þarf ekki að flytja við landamæri fólk. Þannig að það geta Íslendingar lent í Íslendingum. Þannig að við sjáum það. Oft þetta hins vegar kannski samlandar, þannig að Íslendingar eru að þá að hagnýta Íslendinga og samlanda vegna þess að þú ert í yfirburðastöðu með því að vita hvernig menningin tungumálið og eitthvað slíkt. Þannig að þú þekkir aðferðafræðina. En nei, alls ekki og þetta ekki skipulögð brotastarfsemi til dæmis, ég meina megin þorri af vændiskaupendum eru íslenski karlmenn sko. En manneskjurnar sem selja þjónustuna eða stundavendi eru þær ekki meira af erlendum uppruna? Jú,
það sem við vitum það sem að stíga fram kannski og eru kannski að auglýsa svona helstu en aftur, hafandi sagt það, þá eru mikið af þessum auglýsingum ekki með réttum myndum. Þetta ekki myndir af þeim konum, þetta eru eitthvað svona gervigreindamyndir jafnvel eða eitthvað slíkt. En það eru oft undir einhverjum glæpahópum, eða reknar áfram að glæpahópum. Já, núna til dæmis erum við að sjá að vændisstarfsemin að hún mjög vel útfærð, þar að segja konur eru jafnvel 2 daga í Danmörku, 2 daga í Svíþjóð eða eitthvað, eða viku, ég kem aftur til Íslands eftir 4 vikur Koma svona eða sem Evrópu. ferðamenn. Já, og þetta kannski, hann að við lögreglan, ef við erum að fara að skoða eitthvað skipulagða brotastarfsemi, þá þurfum að hreyfa okkur hratt. Þannig að þær koma bara í skamma tíma í einu. Og það skipulagt af einhverjum hópi í kringu það sem sendir á milli þessara staða, þannig að þetta eru samtök sem að eru út allan heim, sem eiga bara útstöð á Íslandi, deild innan fyrirtækisins hér. Já, ég meina mögulega. Svo getur þetta líka bara verið network sem að þá, hvað maður segja, gerendurnir eru einn á Íslandi, einn í Noregi, einn í Belgíu, eitthvað skilur við. Þetta ekki endilega network lókitið allir á sama stað. Þetta network jafnvel sem dreift Evrópu eða heiminn eða eitthvað slíkt. En í þessum networkum eða í þessum glæpasamtökum einhver svona einn kóngur alltaf einhver staðar? Nei, sko, það eins og skilgreiningin, lagalega skilgreiningin til dæmis á Íslandi, þetta þurfa að vera skipulögð brotasamtök og þá kom aftur hvað eru skipulögð brotasamtök. Þau verða að hafa megin tilgang að fremja skipulögð afbrot sem þá 4 ára fangelsi eða meira. Þetta þarf að vera 3 aðilar eða fleiri. Þannig að networki þeirra og það sem hefur þróunin að þetta miklu flatara skipulag, þetta ekki eins og framkvæmdastjóri í fyrirtæki og svo ertu með stjórnina hér og svo ertu með gjaldkeran hér og þetta ekki þessi endilega þessi ofsalega skilgreindu fyrirfram hlutverk og þegar við sjáum til dæmis, þegar við hugsum okkur skipulögð brotasamtök eða þau sem hafa verið bönnuð í löndum til dæmis, að þá ertu að sjá þennan strúktúr í rauninni sem en brotasamtökin hafa líka lært af því að vera ekki að skrásetja hver gegnir nákvæmlega hvaða hlutverki þannig að löggæslu yfirvöld geti höfða mál eða farið í mál gegn þér og dómstólar dæmdi fyrir brota og skipulagðri brotastarfsemi skilur. Þannig að þetta alltaf þessi dýnamík, þetta svona eins og börnin þegar þeir alltaf að testa ramman, þetta nákvæmlega eins og það alltaf, þau alltaf að eila undan okkur sko. Við erum alltaf á eftir, af því þau finna glöfunar, við bætum í, þau finna næstu, við reynum að, þannig að það svolítið það sem gerist. En eitt með þessa umræðu með börn og glæpi og glæpasamtök, stundum þegar maður sér svona fyrirsagnir og ég safnaði einhvern veginn saman fyrirsögnum börn og það var eins og öll börn væru meira og minna bara litli glæpamenn hérna gangandi allt. Sko, börn og hnífar til dæmis. Við fáum þessa stóru mynd að annarkvæmt barn sé með hníf í skólanum. En ekki bara reyndin að þetta einhver 30-40 börn sem að lögreglan veit nafnið og veit nákvæmlega hvað að koma. Þetta svona stórt? Og nú ætla ég ekki að gera lítið úr þessu, en ég samt, þú veist, okkur vantar samanburðin á umfanginu. Eins og í þessu tilfelli. Það alls ekki þannig að öll börn séu farin að bera hnífa og ég held að það sé algjörlega, en kannski það hefur aukist, þá hefur líka orðræðan og umræðan áhrif vegna þess að þau sem eru að beita til dæmis ofbeldi, þau græða á því að þau séu einhvern veginn svona þessi mikið rætt það því að þau eru með því að fá vald og þá verða allir ennþá meira hræddir og svo framvegis, þannig að þetta líka þessi valda munur á milli. Þetta já, ég hugsa þetta algengara samt vegna þess að aðgengi örugglega kannski betra en þetta ekki endilega einhverjir, hvað maður segja, fjaðurhnífar eða þetta getur bara verið eldhúshnífar. En það líka þessi orðræða, þess vegna þurfum við líka alltaf að passa okkur í og í kringum börn. Netumræðan auðvitað eitt og aðgengi barna að netinu. Eitt sem að mér hefur verið mjög hugleiki þetta aldurstakmark barna inn á
vefmiðlana, Já. samfélagsmiðla Já. og sem foreldri líka að þurfa að taka þetta samtal endalaust við börnin og meðan kannski maður sér í vinnunni mikinn ljótleika í kringum þetta og það hefur gengið á öllu einhvern veginn að því að foreldrar eru ekki að virða aldurstakmarkin. Foreldrar eru að leyfa börnum að fá sér samfélagsmiðla langt undir aldri. Við erum alltaf að höfða til að allir foreldrar séu svo ofsalega klárir og gleymið ekki bara að þetta er fólk sem er á 30 og 40 aldri sem eru bara að díla við lífið frá morgun til kvölds með öllum þeim skuldum og skuldbindingum og þannig að við erum að tala unga manneskjur sem við ætlumst til að séu orðin svo fullkomin í öllu. Sko, hvað hjálp og stuðning fá þau bara til að verða foreldrar af því tagi sem við gerum ætlumst til? Það bara mjög áhugavert að hugsa út í það vegna þess að ef við og ég reyndar ekki hund en maður hefur veist fólk fer á hundanámskeið til þess að reyna að læra alveg hunda fæst okkar fara á uppeldisnámskeið þetta á bara að vera einhvern veginn í DNA-inu hvernig þú elur upp börn og hafandi, verandi foreldri að hafa alið upp börn og í alls konar umhverfi þá þetta bara oft mjög flókið og allir vilja gera vel og ég held að við séum langflest okkar og bara ég ætla að gefa bara eiginlega öllum að reyna okkar allra besta. Við erum alltaf að reyna okkar besta en úrræðin og tilætluna sem að við eigum að vera svo klár og góð og við eigum að kenna börnunum okkar að lesa og við eigum að sinna þeim og við eigum að hjálpa þeim og standa með þeim í öllum aðstæðum og svo sama fólki að díla við mjög mikla erfiðleika eða annarkot í hjónabandi eða í vinnu eða atvinnuleysi eða eitthvað þannig að ég bara veltaði fyrir mig sko hvernig getum við komið meira til móts við þessa manneskjur með einhvers konar stuðningi að við finnist ekki líka bara sem glataða foreldra sem ekki gott heldur og að börnin upplýði foreldra sín sem glataða foreldra. Ég persónulega, náttúrulega ég fór bara opinbera þá afstöðu mína ég myndi styðja þetta og ég hef svona verið sagt það að setja í bara lög að alveg eins og við gerðum með útivistartíma barna á sín tíma og þá tengi ég aftur mitt uppáhaldsfag hjá okkar sálfræðin í það að samfélagi við séum sem samfélagi að taka sameiginlega afstöðu hvað við viljum gera. Ástæðan fyrir ég segi þetta að þegar þetta var gert á sínu tíma þá var allt samfélagi saman í því að gera þetta. Þetta skiptir máli vegna þess að hvaða foreldri fyrstulega viljum við að börnin okkar séu örugg. Við viljum ekki að börnin okkar séu ríkrútuð eða einhvern veginn blekkt á internetinu. Við viljum kenna þeim ábyrga notkun alveg eins og við vildum kenna þeim að vera úti með ábyrgum hætti. Það fer eftir aldri, framheilin mismunandi lengi að þroskast og allt þetta. Þetta fer eftir aldurstímabilum eða svona heilt yfir. Þannig að á nákvæmlega sama hátt það með þetta. Það að við séum að veita börnunum aðgengi að öllum þessum samfélagsmiðlum og allt þetta með öllu því sem þetta bara hagnaðardrifin starfsemi að reyna að ná inn í höfuð á barninu og það eru fullt af vondum hlutum að gerast þarna. Þannig að við þurfum með aldrinum þá fær þetta að fá auki vægi samfélagsmiðlar og það svolítið þetta sem að mér finnst að þurfa að gera. Það ofsalega finnst mér bara það nánast brýtur í manni hjarta að hlusta stundum á börnin sem að hafa verið svona ríkrútið á internetinu upplifa það ofsalegu skömm sem að þau upplifa þegar þau átta sig á hvernig þetta var og ég held að við sem foreldrar og mér finnst rosalega gott að segja við mín börn og að bara fyrirgefa, þú átt að vera komin inn klukkan 10 ég ræði ekki lögin segja það. Já, að við setjum meira af þessu til að hjálpa foreldrum bara að nota rökin mínu vegna mættu vera úti allan nótt ég bara má það ekki. Já. En líka út af því að eins og samfélagsmiðlar og við segjumst ég fer yfir síman hjá mínu barni en kunnum við raunverulega á það? Nei. Og vegna þess að til dæmis á Snapchat þá ákveðin mappa My Eyes Only sem að ég get bara lofa þér að foreldrar og ég hef alveg tekið þetta samtal í foreldrahóp með mínum börnum vitið þið af þessu að því að það var umræðan Snapchat
og mín dóttir var nánast svo eina sem fekk ekki Snapchat og eitthvað, þetta var þetta stríð og ég spurði bara, vitið þið hvað þetta og þau vissu það ekki en öll voru með Snapchat og ég, þau vilja gera vel foreldrar, þau kunna það bara ekki en þau halda þau gera það og að gefa eftir út á hópþrýstingi svo börnin þeirra verði ekki utan hóps geti verið í tengingu við hinn hópin og svo framvegis og þú veist, það þetta Þannig að búa til ramman sem að í rauninni gerir foreldrum með auðvelt að framfylgja einhvers konar svona bara pjúra uppeldis aðferðum og þetta geti alveg verið víðar í, eins og þú segir með útivistartíma notkun á samfélagsmiðlum og kannski einhverju öðru sem að til dæmis það að má enginn bera hníf eða og gera kannski þessum glæpasamtökum væntanlega erfiðara fyrir að grípa þessi börn. Ég minna að þau eru einmitt að stunda internetið, þau eru að reyna að ná og þetta eitthvað liður í því þessi, og ég skil vel umræðan boð og bönn, ég trúi ekki að það eitthvað svona, ég trúi ekki þannig heldur að það en það verða að vera einhverja leikreglur. Sko á meðan virkar á að þetta hjálpi sem stuðningur við foreldra og ég tala ekki bara að ég vil meina að að sé allt og miklar kröfur settar á ungt fólk á aldrinum 20 til 35 ára varðandi sko alls konar kvaðir en og mér finnst líka all skynsamleg ráð beinast af foreldur sem soga þetta að sig eins og svampar að því við vilja það en aðrir hafa ekki tækifæri til þess svo ef við komum aftur á fólki að erlendum uppruna að það bara að missa af stórum hluta samfélagsins út af því að við erum hérna að tala íslensku og þau get ekki hlustað á okkur við ofboðslega léleg í að taka á móti fólki erlends frá? Þar held ég að við getum gert alveg stóra bragabót á að svona kynna þeim samfélagið og við höfum svona rætt þetta lengi. En við gerum ekki. Nei, þú veist, þetta allt of seint og við að því að kannski þetta eitthvað sem við mælum ekki, við erum ekki að taka á einhverju biðlistarnir í burtu og svo framvegis heldur afleiðingin getur þá komið seinna eða það að segja ekki. Að það verði miklu betra samfélag eftir kannski 10 ár þegar við erum búin að svona integrita eða aðlaga fólk inn í samfélagið og algjörlega hárrétt með til dæmis sem dæmi í mínu sveitafélagi var uppeldisnámskeið þegar ég átti son minn og við vorum örfáir foreldrar, það fengu allir sömu beiðnina þannig að þetta svona hverjir sækja þessa viðburð eins og þú segir en ég meina fólk af erlendum uppruna skilur ekki tungumáli jafnvel ekki og fullu fangum að komast inn í samfélagið oft kannski heldur ekkert í einhverjum brjálæðislega velunnum störfum þannig að það kannski 1 eða 2 störfum og svo framvegis þannig að þau bara þau get ekki meir það bara 24 tíma í sólarhringnum ennþá hjá okkur öllum sko. Þannig að með flóknara samfélagi þá verður líka upplýsingaflæði að vera rétt og aðgengilegt og góðum að öllum tungumálum svona þeim sem að þarf og svo framvegis svo að fólk getur auðvitað að vita hvernig það eigi að nálgast þjónustuna. Svo auðvelt að halda ábyggilega fólki af erlendum uppruna niðri, maður finnur það að við erum með 70-80.000 manns sem að stór hluti Pólverja finnur ekkert fyrir þeim í umræðunni vegna þess að ef þeir væru til dæmis allt í einu mjög reiðir út af einhverju skipulagsmálum eða eitthvað slíkt að þá var þeim bara sett að vera heim til sín. Þannig að það svo stutt í óþolakkar ef þau fara að rífa kjaft. En ef þau eru í lagi og annað, þannig að sko við erum ekki að hleypa þeim upp á dekk. Nei, og þar ofta því að við vitum þetta allt, við kunnum þetta Ísland og eitthvað svona sko. En aftur, það svo gott líka fyrir okkur og þessi einsleitni til dæmis og maður sé, að því ég bý í Garðabæ og þá hefur maður séð sem alls ekki einsleitni sem að maður hefur ofsalega, þetta ótrúlega áhugavert þegar maður fer að skoða þetta út frá svona þessari flóru að sjá þetta og ég man að ég horfði eins og eftir dóttur minni og vinkonu minnar og hver sem einasta að gat verið dóttir mín sko, því það liti allar eins út í eins úlpum, eins skóm og öllu eins sko.
þannig að þetta staðan sko. Það er að tala að Garðabær hefði útvistað fátæktinni til annarra sveitarfélaga. Já, það oft sagt og í umræðinni sko. Já. Það það. Jákvæð sálfræði. Mér finnst svo áhugavert að þeir sem stundana, þeir sem hafa lært hana, þau eru mjög meðvituð að það eru mjög margir sem dissa hana og segja að já, maður þá bara að vera ógeðslega bjartsýn og bara leiða hugana frá við raunverulegu vandamál. Segðu mér bara hvernig virkar jákvæð sálfræði, af því að þú hefur lært það. Já, bara svo ég segi það, þá þetta svona... Það glaðnar yfir. Já, þetta bara, ég mun aldrei einhvern veginn full þakka fyrir þetta tækifæri að hafa fengið að nema hana. Mér finnst það bara forréttindi og heiður. Já. Og þetta breytir lífi og það breytir mínu lífi. Okay. Og samt hef ég alltaf verið bjartsýn og jákvæð og svona glöð eðlisfari. En þetta eru svona alls konar bjargráð, þetta eru alls konar svona hlutir sem hjálpa manni að við halda bara geðheilsunni í það. Og sko, að þegar fólk veit ekki, því að það mjög mikið þegar ég var að fara í þetta svona, þetta fyrir svona miðaldra helst konur í krísu eða eitthvað, var oft talað sko. En það sem að jákvæð sálfræði hún nefnilega það sem að, í rauninni bara sálfræði og að rýna í þær rannsóknir sem að hafa sýnt okkur fram á hvað það sem að einkennir það fólk sem að hefur skarað fram úr. Já. Þannig að það þannig að það rannsókn á fólki og svo hvað það sem að gera það að verkum að þú skarar svona mikið fram úr í þessu eða hinu. Það þá einhver bara lífsafstaða eða einhver svona hegðun? Já, það fullt af slíku og það hægt að iðkana til þess að verða að skara meira fram úr. Eftir seinni heimsstyrjöldina þá var sálfræðin snerist bara út af hvernig aðstæður voru eftir fyrr og seinni að það voru svo margir í áfallastreitu, margir í tráma. Það var bara á fulla að rannsaka hvað getum við gert til þess að lágmarka þetta tráma. Það sem að hins vegar að fræðin fóru síðan að vinna með var að fókusera á hinn endan hvað gerir það sem að einhver sem að ná ofsalega góðum árangri í einhverju eða einhverju afreks íþróttamaður, hvað einkennir hann hvað hefur hann gert til þess að skara svona fram úr og það fullt af bjargráðum sem hægt að nota og það eiginlega það sem að við viljum að samfélagi snúist meira að horfa þetta í einföldustu máli glasi hálf tómt, hálf fullt oft sko. En það líka hægt að gera þessu 5 leiðir að velliðan til dæmis ef þú iðkar það og þá komum við kannski aftur eins og með að nálgast fólk ertu mögulega þolandi mannsals eitthvað að mynda tengsl að halda áfram að læra að veita athygli fólkinu náttúrunni vera forvitin fólk og það ekki ljótt á meðan það heilbrigð forvitni á baki og halda og hreyfa sig og verið út í náttúrunni og það þetta, ef þú notar þessi skinnfæri þín sem að við höfum og það eðlislegt mannkyninu en við höfum þetta með tækninni farum meira inn á bakaskrifborðin förum ekki út, erum ekki að virka þessi skinnfæri okkar við verðum að virka skinnfærin til þess að ná að fungera eðlilega og það eiginlega það sem að þetta lítur að til dæmis einfaldasta æfingin og kannski svona það sem að fólk tengir mest við að gera að skrá niður hjá sér á hverju kvöldi 3 góða hluti við daginn eða setast með fjölskyldunni við mataborð og bara hvernig var dagurinn þinn? Hvaða 3 góðu hlutir gerðist hjá þér í dag? Í staðan fyrir að eins og ef við bara hugsum þetta heima hjá okkur að fer oft rosalega mikið þetta ömurlegur dagur og svo fer mikið að orku í það í staðan fyrir bara hvaða 3 góðu hlutir og ná þá að reyna að hafa áhrif á það sem við getum breytt. Við getum ekki breytt deginum okkar, við getum lært af honum, við getum unnið með hann, en að vera ekki að veita alltaf þessu neikvæða alla þessa orku og þá komum við kannski líka aftur í þetta fullt af fólki á mínum aldri sérstaklega yngri sem eða okkar aldri og yngri sem eru bara hætt að horfa á sjónvarp hætt að horfa á fréttir að þetta allt svo neikvætt og þá ég ekki að meina hunsa veruleika heldur að vinna með það reyna að hjálpa eins og við getum
En síðan þegar að því sleppir að viðurkenna bara að við getum ekki bjargað öllu eða því öllu eða haft áhrif á allt og reyna þá að fókusera á þessa góðu hluti. Þetta hafði ótrúlega mikil áhrif með því ég heyrði þetta með þessar 3 leiðir og þetta var 2015 held ég og þannig að semst og þá var mér sagt bara hugsa 3 góða hluti áður en fyrir að sofa, góða hluti sem hefur gerst yfir daginn og ég fór að gera þetta og mér fannst það svo gaman að allt í einu, já það var nú helviti gaman að þegar við gerum þetta og ég var ánægður með hann post sem að ég sendi það eða eitthvað slíkt og allt í einu svona var dagurinn betri og morgundagurinn var meira spennandi og þetta er svo einfalt og þannig þetta algjört svona grunnelement en síðan það þarf ekki að viðhalda þessu, ekki alltaf æfing, þarf maður ekki að æfa sig í að því að það er mjög auðvelt að fara inn í neikvæðu hugsunina og rífa sig niður. Jú, og Guðmund almáttugur, þetta er eitthvað sem maður gerir, maður fellur alltaf í þessa gildru oft, eða af og til, en þetta er æfing, en þetta er á bakveira, að því að ég til dæmis segi yfirleitt þegar mér finnst þetta ekki frábært ég segi ekki, þetta er ömurlegt skilurðu, þannig að þetta er bara þetta er bara það sem við veitum athygli það vex, þannig að ef við veitum alltaf þessu neikvæða athygli þá vex það, ef við veitum hinu athygli, þá ef við veitum góðum hlutum athygli þá vex vitund okkar þessa góðu hluti, litlu hlutina yfirleitt það þeir sem hjálpa mest það gerist atburður af og til sem að við kannski ráðum auðvitað, kannski bara ekkert við það hefur ykkur áhrif á okkur og auðvitað vinnum við með hann en við getum ekki hangið í honum það gerur okkur ekki gott og það gerum engum gott í kringum okkur þannig að vinna með þetta, fara í gegnum það og veita þessu jákvæði umhverfinu gott, það er ótrúlega mikið af góðum hlutum til dæmis að gerast í skólakerfinu því að nú þegar ég var í náminu og seinna ég þekki fullt af fólki sem hefur verið í náminu líka alveg ég hafði aldrei geta ímyndað mér að þegar það var verið að kynna fyrir okkur öll bjargráðin, öll öppin sem til allt þetta, þessi litlu hlutir sem eru til í skólakerfinu og börnin eru þegar farin að gera og þá komum við kannski líka aftur að því að þetta að þessi mikið verið að tala að börnin að það sé allt einhvern veginn að fara aftur á bak og við getum ekki unni í neinu og eitthvað fyrir mér börnin sem eru í kringum mig og svona þegar ég heiti börn eru stórkostleg og börn og fullorðin börn eru mörgu sinni þroskaðar en ég var á þeirra aldrei þau hafa endalaisa uppspretta þekkingu sem þau oft nota á góðan hátt og það eiginlega svolítið þannig þú getur móta þitt hugafar sjálfur þú þarf bara að hafa viljan og auðvitað kannski stuðningin sem barn til þess að gera það og vera helst ekki að neikvætt umhverfi ekki hjálplegt fyrir neitt og ég meina við finnum það öll ef það er mikið neikvætt að þá svona allavega ég missi gríðarlega orku á þannig umhverfi ég gerum það öll talaði frábæran píanóleikara sem að fór í jákvæðasálfræði og talaði um það ef hún gerði sló feilnótu en var samt með alveg geggjaða tónleika og sat þessi eina feilnóti bara marga daga og kunni eiginlega ekki meta allt þetta góða og þannig við oft að við fáum eitthvað neikvætt komment og það situr meiri í okkur en 10 hrós sem við fáum en þá hugsa maður með sér þegar maður horfir á stjórnmálamenn ég skal bara viðurkenna ég alhæfi mjög mikið stjórnmálamenn og mér finnst þeir mjög oft lítið lausna með þeir mér finnst þeir njóta þess meira að fara í átök og draga okkur út í svona ákveðna vettvanga og þá hugsa maður með sér þetta eru fyrirmyndir okkar í samtölum hugmyndum og hvernig við nálgumst hlutina það hlýtur að trufla manneskju svo þig sem að ert síðan alltaf einhvern veginn að vinna á gólfinu bara með venjulegu fólki í einhverjum aðstæðum alveg klár, þá vil ég aftur segja bara ekki benda á
vandamálið og kom ekki með lausnir. Já. Þú ert með vandamál, Já. að lágmarki að koma með eina tillögu lausn. Já. Þannig að hvort sem þetta í vinnun hjá okkur eða heima hjá okkur eða einhvers staðar og aftur þá þingmenn, þeir hafa, klárlega tækifæri til þess að breyta. Alltaf lagi segja það, en komdu með tillögu lausn. Komdu þó með Það verði alltaf að fylgja með. Já, komdu með frumvarp sem að, þingmannafrumvarp sem að sýnir, reynda að koma því í gegn. Komdu með tillögu að breytingum, ekki bara benda á vandamálin. Og þarna ætla ég á móti að koma. Ég vil að fjölmiðlar sem eru að taka viðtal við fólk sem eru uppfyllt af vandamálum, að það segja, ok, ég skal taka viðtal við öll þessi vandamál, en komdu með tillögu að breytingum að lausn. Og þá getum við snúið við. Mér langar að skoða bækurnar sem að og fara aðeins yfir þær. 3 þeirra eru einmitt á Storytel, það The Choice, Bought and Sold og hérna The Gift og ég bætti síðan við myndina Pappa og hérna hún líka á Storytel. Segðu mér aðeins hérna Creating the World We Want to Live in. Hvað snýst þessi bók? Bókin hún snýst rosa margt, en hún snýst það hvernig við getum búið til heim og leikreglur í heimi til þess að svona hlúa að fólkinu í heiminum, af því að það svona veljaðan fólk sem við viljum mæla. Og við viljum fara að í rauninni að við séum meira að búa til svona einhver viðmið, annað en bara verk þjóðarframleiðsla og eitthvað svona, en hvað með veljaðan fólksins? Er það alltaf bara peningarnir sem skipta máli? Ætlum við bara að mæla þá? Ætlum við ekki að mæla þá líka veljaðan fólksins í heiminum? Og til dæmis þegar ég gerði mitt lokaverkefni í jákvæðu sálfræðinu, ég var formaður stéttarfélags lögfræðinga í mjög mörg ár og ég gerði það hvernig við getum teiknað saman kjarasamninga og jákvæða sálfræði. Og þá eins og við heyrum, það alltaf umfjöllunin hærri laun. En það raunverulega það sem skiptir máli? Og rannsóknir hafa sýnt að því gefnu að fólk ná endum saman. Þá skýra laun einhverja 1% af hamingju fólks. Þannig að það ekki... Og líka það að þetta kannski tækið okkar til að koma fram á mótmælum gagnvart vondum vinnuveitundum. En krafan ekki eins djúp ef að við komið þokkalega fram við okkur og við sjáum eitthvað svona samhengi í því sem við erum að gera. Nákvæmlega. Og það það sem að... Og mér finnst að fólk þurfi aftur, af því að nú var ég þarna líka og ég hafði ekki einu sinni, í upphafi hef ég ekki þá þekkingu sem ég hafði í endan og þá hugsa maður líka, getum við gert þetta öðruvísi, að við séum að hugsa nýja leiðir að því, viljum við ekki öll samþætta fjölskyldu atvinnulíf, margt hefur verið gert, stytting vinnuvikunar, hún hefur gengið og eitthvað svona og við viljum þetta bara, ég held að vilja allir lifa góðu lífi, og það snýst deila og þetta svona, en það umhverfismál, það svona farið í mörga þessum marga þætti í þessari bók það svona hvernig heim við viljum búa til. En hann hlýtur að miðast líka við að það séu meiri hvatar í hann. Að það sé ekki einhvern veginn alltaf verið að segja okkur hvernig við eigum að vera, heldur hvatan að þessi umbun fyrir að koma almennilega fram hvert við annað eða eitthvað slíkt. Hann ekkert með hvatatrifin þessi heimur, nema það bara í bónusum að því að þú græddir eitthvað. Já, í peningum, það oft hvatinn og við hömpum því mikið. En eins og ég meina, við værum ekki búandi á þessari jörð, nema að við erum fólk, Þess að það fólk þessi félagslegu samskipti skipta ótrúlega miklu máli og það eitthvað sem við eigum að rækta miklu meira. Ég meina, gervigreindin mun taka yfir langflest þessi svona bóklegu störf, eitthvað svona fræðastörf þannig, en hún mun ekki koma í staðinn fyrir félagslega þörf okkar. Og þetta gamla orð, maður manns gaman og þetta, það það sem skiptir máli. Þannig að við eigum að koma vel fram hvert við annað og við eigum að hlúa að hvert öðru og það svona það sem að, og þetta hefur, en það líka því að bókin ein sem að var The Gift og The Choice, sem að,
stórkostleg manneskja sem að þær rita og hún 97 ára í dag, hún Já. ennþá á lífi, hún lifði af í útrýmingabúðu nasista í Auschwitz, var 16 ára ballerína, hrifin þangað og foreldrar hennar fóru í gasklefan á meðan hún og systir hennar lifðu af og hún, The Choice fjallar meira hennar veru svona í svona, já, í smáatriðum meira en The Gift svona þetta hvernig hún lifði af og hún í dag sálfræðingur og hefur helgað líf sitt því að hjálpa fólki út í áföllum og ég bara mæli með að fólk bæði lesi bókina og skoði podcast og viðtöl við hana. Ef að ég á ekki góðan dag þá finn ég eitthvað podcast þar sem að hún og ég verð alltaf jafn uppnumin og ég bara mæli svo með því og hún viðhorf hennar og hún til dæmis bara eitt kvót sem hún segir og hún hefur, ég hlustað á hana gríðarlega oft og follow hana á Instagram og allt þetta að hún segir ekki ef það kemur eitthvað upp erfitt áfall, ekki hugsa af hverju ég heldur hvað nú og veist bara what now þannig að hún veist að hvernig þú hugsar og það sem að þegar ég las þessa bók sem var erfiðum tíma í mínu lífi að þá sá ég og ég var alveg hún greip mig þessi bók á öllu leyti þegar að ég fór síðan að nema jákvæða sálfræði sem var einhverjum mánuðum seinna þá kveikti ég á því að hún að tala þann sem að kom fyrst fram með jákvæða sálfræðin og þeir voru vinir og þannig kemst hann að hún í rauninni í og með þar að koma þeirri hugsun á framfæri já og það hennar ævistarf að vinna með fólki þannig að fá þau til þess að hætta að hugsa af hverju ég og vera svona í þessum að reyna að finna að fá það til að horfast í augu við tækifærin og heila já ég að kaupa 63 svona bækur og gefa alþingismönnum nei, ég bara stórkostlega ég bara gæti ekki, ég meina Brené Brown hefur talað við hana, þetta væri í 2 hlutum og það, ég heyrði fyrst af bókinni þar og ég fór að hlusta á þetta, fór út að hlaupa og fór að hlusta á þetta og ég bara kom heim að getum við pantað þessa bækur það var þannig að ég og svo bara las ég og dóttir mín elsta og maður minn og allavega vilja og svo rættum við þetta bara svona mitt já, ég segi þetta þín biblía já, þetta það og þetta bara já, það gerir lífið betra að hafa lesið hana Þið getur farið inn á story.tel bókakjallarinn og þar þið fáið fría mánuð þá getið þið sótt þessa bækur og alveg sérstaklega ætla ég að bjóða þingmönnum af því að þeir hafa nú ekki efna á að vera að kaupa sér mikið áskriftum að nýta sér þetta fría tilboð en þá verður það skyldulesning þetta og Creative World We Want to Live in það alveg það búið að vera frábært að fá þig takk fyrir að vera með mér takk fyrir að bjóða mér